Íris fékk 1.230.000 krónur að láni til 3 ára. Vextirnir eru 4% per annum. Lánið á að greiða með jöfnum árlegum greiðslum. Setjið upp greiðsluskrá sem sýnir höfuðstól, greiðslu, afborgun og vexti fyrir hvert greiðslu tilfelli. Hérna eru síðan vísbendingar og hér er taflan sem við eigum að fylla út í. Við eigum að nota samkvæmt vísbendingu formúlu 1 og formúlu 4. Byrjum á því að finna afborgunina með því að nota formúlu 1. Þá setjum ég inn höfuðstólinn 1.230.000 krónur sinnum vextinir sem er í tugabrottinu 0,04 deilt með 1 mínus og svo kemur almenna brottið 1 á móti 1 pluss vextinir 0,04 og svíi hérna og í veldinu er tíminn eða 3 ár. Þá fæ ég út að afborgunin er 443.000 krónur, 443.228 krónur og 70322 aurar. Greiðslan er þá alltaf eins 443.228 krónur og ég námum þetta hérna með 70 aurum. Þannig að í greiðsla 1, greiðsla 2, greiðsla 3. Nú, við skulum þá finna út afborgun 1, afborgun 2 og afborgun 3 og þá notum við formúlu 4. Setjum inn afborgunina mínus vextirnir sinnum upphaflega lánið 1.230.000, svo kemur hérna sinnum og síðan 1 pluss vextirnir í veldinu 1 mínus 1. Þetta er fyrsta afborgun mínus 1. Þá fæ ég út að afborgunar hlutin er 394.028 krónur og 70322 aurar. Og þetta er afborgunin, hún kemur hér í fyrsta dálkinn, þetta fyrsta afborgun. Ég ger nákvæmlega eins fyrir afborgun 2 og þá er veldið 2 mínus 1. Annars er þetta allt eins. Og þá fæ ég út að afborgun nummer 2 er 409.789 krónur og 85134 aurar sem ég námum þetta hér í 409.789 krónur og 85 aurar. Þriðja greiðslan er nákvæmlega eins nema hvað þá er veldið 3 mínus 1. Og þá fæ ég út að afborgunin er 426.181 króna og 44540 aurar. Þetta námynda ég hér upp í 426.181 krónu og 45 aurar. Vextirnir eru þá raun og veru bara afborgunin mínus, eða greiðslan mínus afborgunin og þá fæ ég út að fyrstu vextirnir voru 49.200 krónur. Næstu vextir eru 33.438 krónur og 85188 aurar sem ég námynda hér í þessa upphæð hér. 33.438 krónur og 85 aurar. Í þriðja afborgun þá eru vaxtarhlutin 17.047 krónur og 25.782 aurar sem ég námynda hér í 17.047 krónur og 26 aurar.